Herðu, ég var að tala við Sólveigu Önnu hérna áðan, formann Eflingar og Eflingar á leiðinni í verkfall. Guðmundur Hrafn Arngrímsson, formaður leigjendasamtakana er hérna. Velkomin. Takk fyrir. Herðu, það eru leigjendur farið í verkfall. Við erum heim. Já, og bara fara mjög oft í verkfall. Já. Það er svona greiðsluverkfall og hætta að borga húsaleigu. Og núna eru námsmenn í Manchester, við háskólann í Manchester, konur í greiðsluverkfall í annað skipti á 2 árum. Já, þú segir það, ég minnir að ég hef lesið þetta verkfall. Og séð líka myndir af aðgerðunum. Já, þeir náðu árangri síðast. Já, mjög miklum árangri. Og fóru bara strax aftur. Fengu 30% lækkun á húsaleigunni það ár og fengur henni kostnaðarniðurfellingu sem svarar til 4 milljóna punda, 700 milljónir íslenskar, bara fyrir það ár. Og nú eru konur aftur á stað vegna þess að húsaleigur hefur hækkað mikið og er komin yfir á mörgu leyti yfir framfærslu teknaðara sem eru námslán. Þetta er nú bara staðan í Íslandi, ekki því að það Já, en það er talað um að oft eru námsmenn að borga 70, 80 til 90% af námslánunum sínum í húsaleigu og það þykir bara óásættanlegt og þeir eru konur í verkfall núna og krefjast þess í að 40% af öllu stúdentaíbúðum í Manchester séu undir viðmiðum samtaka námsmanna í Englandi. Það er undir þessum viðmiðum sem er kallað viðræðanlegt húsnæði sem er 50% af námslánunum. Þannig að þetta eru kröfurnar og svo eru kröfurnar 30% lækkun á húsaleigu og það eru núna, þetta er bara nýkomið á stað, þetta er bara eitthvað sem er að gerast núna og það eru 100 námsmanna búin að skrá sig í þetta hjá þeim. Þetta er svipað og að námsmenn við Háskóla Íslands færu í verkfall gagnvart félagsstofnun stúdenta. Já, bara nákvæmlega eins. Nú, ég veit ekki nákvæmlega hvernig eignarhaldið á þessum stúdentaíbúðum er í Manchester en það er minnst að kosti forsvarsmaður skólans sem er tekin í viðtöl í breskum miðlum. Sem er samningsaðilinn. Já, sem er minnst að kosti að tala við hana. Ég ger þá ráð fyrir því að skólarnir reki þessar íbúðareiningar bara í gegnum sína samstæður. Ég gerir fastlega ráð fyrir því. Nú, skólarnir segjast vera að gera eins vel fyrir nemendur eins og hægt er en leiga hefur bara hækkað. Hún hefur hækkað allt upp yfir 6%, frá 1,5 upp í 6% á undanfarið ár og þetta þykir námsmönnum í Manchester bara vera allt og mikið og krefist 30% lækkun á húsaleigu. Þeim tókst þetta síðast og ég er ekki í vafa um að þetta takist hjá þeim aftur. Einhvern tímann skoðaði ég verð á félagsstofnun stúdenta og kom mér, heitir ekki félagsstofnun, heitir félagsstofnun, kom mér óvart hvað það var hátt. Þetta er mjög hátt og ég fór yfir það mitt á fundi með borgarstjóra nýlega þar sem hann talaði þessa félagslegu reknu íbúður á höfuðborgarsvæðinu og nefnir þar oft félagsstofnun stúdenta. Nú félagsstofnun stúdenta, ég hef nú reiknað þetta saman á þeim tíma sem við höfum aðganga versi á húsalegu sem við höfum ekki í dag að þá kom það bara í ljós að nýlegar íbúðir í sama stærðarflokki eins og bara námsmannagarðarnir í Vatnsmýrinni, þetta 40-65 íbúður, nýlegar íbúður að miðsvæðis í borginni voru það byrjum 20% lægri. Það er félagsstofnun stúdenta er með húsalegu sem er mikið hærri heldur en markaðslega. Það er markaðslegan eins og hún mældist á versi á húsalegu. Við vitum náttúrulega að hún er ekki fullkomin vegna þess að vantar náttúrulega töluvert af samningum að inn en minnst að kosti gefur þetta okkur viðmið hvernig markaðsverðir þróast. Ætti allavega að gefa hugmyndum leiguverð sem að fólk með svona lægri millitekjur og þar fyrir neðan er að leigja. Þess að það er fólki sem hefur hagað því að þinglýsa samningunum til þess að fá húsaleigubætur. Það eru dæmi fólk sem er tekjuherra og veit að fær ekki húsaleigubætur hvort sem er ekki að ganga eftir því að þinglýsa samningunum. Og það er líklega hlutfallslega að borga herra verð heldur hinnir. Já, enda hefur komið í ljós að 51% tæplega af leigjendum sækja ekki eins og húsaleigubætur. Það kom bara fram í síðustu lífskjararannsókn Hagstofunnar. Þannig að líklega er meðaleiga hærri heldur en það eru upplýsingar sem að þjóðskrá birti. Já, og eru bak við vísitöluna. Já, og Húsnæðis- og mannvirkjastofnun tók yfir og hætti að birta.
Já, ég var nú bara síðast í símanum í morgun að tala við það hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun. Hvernig rökstuðu þetta að hætta birta þetta? Það er engin rökstuðningur við það, heldur segja að það sé einhver böggur í hafi komið í ljós einhver villa eftir að þetta reyndar var uppi í mánuð eftir þetta var flutt. Þetta var flutt þetta 22. nóvember. Milli jól og nýjárs erum við að vinna með þetta og þá var þetta uppi, reyndar gegnum eitthvað hlekk í gegnum þjóðskrá. Ég held að þetta hafi verið bara gamlar knifilinn. Já, en það er eins og búið að taka á 2 mánuði að lagfara einhverja villu í hugbúnaði sem að virkaði vel. Þannig að ég hef nú bara ekki sérstaklega mikla trú að þetta sé einmitt svona. Ég held að þetta sé bara meðvitað ákvörðun að taka þessa versjá af netunum vegna þess að hún hefur verið notuð óspart af hagsmunaaðilum sem að skoða leigumarkaðinn og fylgjast með hreyfingu þar og ég held að Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, það er mín persónulega skoðun, að Húsnæðis- og mannvirkjastofnun sé bara með þessu móti að reyna að þreyta þá sem að eru að vinna við það alla daga að skoða hvernig leigumarkaðurinn er að þróast og þetta er eina tækið sem við höfum haft til þess að mæla í rauninni fermetraverð og leiguverð eftir póstnúmerum og sveitarfélögum og sjá hreyfingar og miðaðir við þær upplýsingar sem við höfum aðra leigumarkaði. Þeir notuðu þetta þegar þið gáfuð út ykkar eigin viðmunaverð? Já, til dæmis og við hefum verið að nota þetta mikið. Talandi mat á meðalverði leigu, húsaleigu, að þá var kom út núna bara í síðustu viku ný vísitala sem að Húsnæðis- og mannvirkjastofnun gefur út, þannig einhver leyti hafa þeir aðferði til þess að veiða upp úr grunnunum. Þeir gafu út vísitölu húsnæði leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu og hún rýkur upp á sama tíma og fasteignamarkaðurinn er flatur. Já, og það er ekki smá tölur sko. Nei. Það er bara 10-11% hækkun. Þetta er 21% verðbólgur hraði. Já, og ég var að lesa þetta í dag og það er á síðustu 3 mánuðum hefur húsaleiga hækkað í kringum 5% sem þýðir yfir 20% ásækun. Þannig að leigjendur lifa í allt öðru verðbólgu umhverfi heldur en aðrir. Já, og vel að merkja þessi hækkun, þessi ásækun sem við miðum við síðustu 3 mánuði, ef hún heldur áfram, þá er þetta 10-föld hækkun með það sem er að gerast í Evrópu. Það er á síðasta ári varðum 2% hækkun á húsaleigu. Þannig að ef þessi hækkun heldur áfram... Það svo í Evrópu? Já, það varðum 2% hækkun á húsaleigu á síðasta... Á hvað lukku tíma? Á 1 ári. Það var Á 1 ári? Já. Það hafa íslenski leigjendur bara aldrei séð held ég? Nei, en þetta er meðaltalshækkun í Evrópu. Það sé húsalegu, vísitala húsalegu fer úr 116 upp í 118 púnta á þessu ári, sem er það byrjum 2%. En einhvers það lítur að fara að lækka? Já, það er náttúrulega sko, sumstaðar er hún að hækka, er húsalega að hækka eins og til dæmis í Amsterdam. Það var verið að gefa út tölur yfir dýrustu borgir í Evrópu og það er Reykjavík í 3. sæti eftir Lissabon og Amsterdam yfir fermetraverð. En víða er leiga, hún stendur bara í stað, það er náttúrulega eru reglur í fjölmörgum Evrópuríkjum sem takmarka húsalegu, takmarka hækkun húsalegu, bannana eða þá að lágmarka vísitölutengingar við eitthvað ákveðna prósentölu, allt frá 1, 2 upp í 3%. Þannig að það er verið að hemja þetta bara með því að grípa inn í þetta af stjórnvöldum. Nú hefur fasteignaverð hækka mikið og þó að sé nú að falla núna, þá hefur það hækka samhliða á síðast ári. Já, síðust 12 mánuðum hefur fasteignaverð hækka meira heldur en leiga. Já. Leiga byrjaði, þess að hún taki í haust, þá tekur hún eitthvað svona bara sprett upp og það kann að vera í tengslum við fjölgun ferðamanna. Já. Það kann að vera í tengslum við kulnun kaupmarkaðar. Það séu þess að fleiri sem eru teftir inn á leigumarkaði og komast í út. Til þess að sinna ferðamennum, ferðamenn er náttúrulega við þekkjum það að húsnæðið er tekið í Airbnb og aðra þjónustu við ferðamenn. Já. Síðan með fjölgu ferðamanna þá þarf að flytja inn fólk og kemur hingað til að vinna til að sinna þessu ferðamennum. Það er líka álag á leigumarkaðinn. Og svo er verið að taka á móti flóttafólki, sérstaklega frá Úkraínu og Venezuela, í miklu fleiri heldur en það hefur áður. Það er líka álag á leigumarkaðin.
getur ekki verið að við séum bara að sigla inn í eitthvað ófremdur ástand á leigumarkaði? Jú, ef að þessar tölur, 2% hækkun á mánuði, það rosalega hækkun. Já, það síðustu 3 mánuði hefur húsaleiga hækkað 4,9%, það er 5%. Og það árshækkun upp á 20% sem við hefum ekki séð áður. Þannig að það gefur vísbendingar það. Og hann var hérna hjá mér í síðustu viku Már Wolfgang Mixa og talaði þessa snjóhengju sem að svona flestir svona viðskiptafræðingar tala að sé yfirvofandi á leigumarkaðnum, þar sé miklar hækkanir. Út af því að leiguverð hafi ekki hækkað með sama hraði og áður í gegnum COVID og þar leiðandi séu að mati leigusala innistæða fyrir miklum hækkunum vegna þess að samfylgni á milli húsaleigu og kaupverðs það dró á milli á þessum tíma. Reyndar hafði hún verið óeðlilega mikið. Segðu mér þú skoðar húsnæðismarkaðinn út alla Evrópu. Er það þannig að ef að fasteignaverð hækkar svona mikið þá eldir leiga það? Alls ekki. Skoða bara línuritt frá Eurostat þar sem þeir ná aftur til 2009 sem sýnar hreyfingarnar á fasteignamarkaðnum bæði varðandi húsaleigu og svo kaupverð og það hreyfast þessi markaði bara mjög óskilt. Leiga í bara svona mjög beinum línulegum vexti með þessum hækkunum svona 2-3% eins og ég talaði í bara nú síðastliðið vor að það búið að vera þetta svona 2-3% hækkun á húsaleigu undanfarinn áratug í Evrópu á meðan að fasteignaverð hefur á þeim tíma lækkað mikið, það hefur líka rokið upp og það eru miklar hækkanir búin að vera á fasteignamarkaðnum í Evrópu þó að húsaleiga hún lítur allt öðrum lögmál, hún ekkit hlekkjuð við kaupverði eins og hér vilja meina að þannig þetta vera að það að ríkja einhver samfylgni á milli kaupverðs og húsaleigu en það bara ekki annars staðar. Ég dró saman tímabil hérna fyrir COVID þar sem að samfylgnin hafi verið upp undir 84%, þar sem það var hækkun á húsalegu var 84% af hækkun á húsnæðismarkaði, meðan að samfylgnin, ef það eitthvað samfylgni meðaltali í Evrópu þá var þetta í kringum 30%, þar sem 30% af hækkun á fasteignaverði skilaði sér út í hækkun á húsalegu. Þannig að það ekki þannig að það yfir eitthvað ríkja þessi samfylgni á milli, enda eru leigjendur ekkit þátttakendur í þessum skuldbindingum kaupenda, þeir eru ekkit bundnir þeirra skuldbindingum og ef að svo væri þá hlytu þeirra eiga hlutdeild í hækkunum og húsnæði og þeim ávinningi sem leigusala verða fyrir ef að leigjendur allt í norðin þátttakendur í skuldbindingum kaupenda þannig að með yfirfæra þeirra skuldbindingar yfir leigjendur, það bara alls ekki þannig, það bara vikins hvergi annar staðar. Það voru mikla fréttir að fasteignaverð væri hætt að hækka. Kannastu við mikla fréttir það að leiguverð hafi rókið upp? Já, leiga bara að rjúka upp. Kannastu við fréttaflutning af því? Nei, það er Seðlabankinn eða einhver að reyna að greina það? Er félagsmálaráðuneytið að reyna að greina þetta? Nei, er húsnæðismálaráðherra að reyna að finna leiðir til þess að hefta eitthvað af þessu? Nei. Það bara þannig að svona undanfarna 2 mánuði þá hefur, svona frá eftir að lognaðist kannski út af umræðinum hækkanir ölmu, þá hefur hafa stjórnvöld eða bara ekkert ávarpað ástandi á leigumarkaðnum eða leigjendur. Það verið að vinna væntanlega í einhverjum málum inn í stofnunum og ráðuneytunum og við bara heyrum bara ekkert af því. Nú það virðist vera bara eitthvað allt annað sem hefur hugað þeirra núna. Ég kann ekki skýra það af hverju þetta ekki meira í umræðinu og ekki meira svona frumkvæði þeirra sem að... Ekki einu sinni þátturinn ég nefndi hann Airbnb. Nú er oft talað það, hefta það eitthvað. Já, nú, það ákall í rauninni hjá mörgum þjóðum og sérstaklega náttúrulega þessu stóru borgum að takmarka þetta ennþá frekar og það liggja fyrir Evrópuþinginu eða hjá Evrópusambandinu réttar sagt tillögur að takmarka Airbnb eða skammtíma leigu í þessu stóru borgum að einhverju leyti og líka auðvelda borgunum að vera með eftirlit með þessu. Nú hafa til dæmis Barcelona
þeir tóku upp á sitt eigið einsdæmi að vera bara með sitt eigið eftirlit með skammtímaleigumarkaðin vegna þau settu reglur skammtímaleigumarkaðin fyrir nokkrum árum síðan og þá fjölgaði mikið svona ólöglegum skráningum. Þeir settu saman 35 manna eftirlitsteymi sem að fer yfir þessar skráningar bara á hverjum einasta degi og þeim hefur náð að fækka þessum skráningum úr 6.000 niður í 500, þess að 92% eða svo. Þannig að, en það liggur fyrir Evrópusambandinu þetta frumvarp, þessi tillaga og það mikil umræða núna í gangi þetta, hvernig megi takmarka skammtímaleigu á íbúðarhúsnæði, en formaður alþjóðasamtaka leigjenda segir að þetta sé rauninni svona framhjálaup og þarna sé ekki verið að rauninni að ræða hinn eiginlega vanda sem skortur á húsnæði á viðráðanlegu verði. Við vitum allir svo réttilega bentir á að þetta húsnæði sem fer inn á skammtímaleigumarkaði húsnæði sem að öðrum kosti færi undir að hýsa fjölskyldur sem að væru þá búandi starfandi á svæðunum en ekki ferðamenn. En svo líka þetta stóra svona það sem að bæði sveitafélögin og ríkin sækjast eftir að þetta skila miklu skattpenningum. Airbnb borgaði nú bara $600 milljónir til borga í Evrópu á síðasta ári og þannig að við vitum ekki hvað upp og niður í þessu, hvort að borgirnar og yfirvöldin vilja þetta í alvöru eða hvort að þau raunni sjáu þetta sem einhvers konar lausn á eigin vanda. Það að segja að þeim hefur ekki tekist að skaffa nógu mikið af viðráðanlegu húsnæði og viðráðanlegu verði og þar að leiðandi ætlu þau að ráðast inn á skammtímalegu markaðinn og draga þaðan íbúðir í staðinn fyrir að byggja sjálf. En ákveðum þetta að spyrja því hvað er rök borgarna fyrir að berjast gegn Airbnb. Einrökin getur verið að þetta valdi þenslu á leigumarkaði. Já, það gerir það. En önnur rökin geta líka verið bara svona að því nefndi Barcelona sem að hefur borg sem að þjáist út af túrisma að Airbnb íbúður geta eyðilagt hverfi, það sem að hverfur sko nærþjónusta sem að íbúðanir nota sem að raunverulega búa til svona eftir svona vert umhverfi borga. Já. En í staðinn kemur þjónusta sem einskorðuð við túrista sem frekar leiðingjött sem bara veitingastað eftir veitingastað og svo Íslandi einhverjar svo kallar lundabúðir. Já, ég var að lesa viðtöl við fólk sem hefur verið að berjast svona á þessu vettvangi bæði í Amsterdam og í Lissabon og þeir talaði akkurat þetta að íbúar þessara hverfa, þessara svæða, þeir flytjast á brott og það svona dregur úr félagstengingum innan þessara hverfa þegar fólk hverfur á brott og svo hefur þetta líka áhrif á bæði húsalegu og fasteignaverð. Þeir gátu rekið 7% af hækkun húsalegunar í Barcelona bara til þessara Airbnb íbúða og 17% af hækkun fasteignaverðs. Þannig að þetta hefur klárlega neikvæð áhrif á samfélagið. Það eru 9.500, gott bara það komið fram vegna þess að borgir eru að kljást við þetta sem þeir sjá sem risastórt vandamál fyrir sig. Það eru 9.500 íbúður á skammtímaleigumarkaði í Barcelona sem svara til þess að væri 700 íbúður hérna í Reykjavík, en það eru 1600. Og ég veit nú ekki nákvæmlega hvernig talan í Amsterdam, en ég fór yfir þetta fyrir ekki svo lengur síðan og þá kom í ljós að Reykjavík með lang hæsta hlutfall í allri Evrópu af íbúðum á skammtímaleigumarkaði og við ræddum þetta með borgarstjóran hvað væri hægt að gera í þessu. Hann segir að eftirlitshlutverkið sé hjá sýslumanni en sveitarfélögin hafi barist fyrir því að eftirlitshlutverkið ætti að vera hjá sveitarfélögunum sem ég sammála honum með því. Þetta er sveitarfélögin að hafa eftirlits með þessu sjálf. Nú það eru alls konar hugmyndur að takmarka þetta enn frekar en þetta náttúrulega kemur heldur ekki í staðinn fyrir að sveitarfélögin og borgirnar og þá er ég náttúrulega helst að vísa til Reykjavík og sveitarfélagi hérna á höfuðborgarsvæðinu að þau girði sig í brók og byggi húsnæði fyrir fólk þannig að þetta auki ekki enn meira álagið á húsnæðismarkaðin að leyfa hérna óhefta starfsemi á skammtímalegum markaði. Það er náttúrulega ætti bara alls ekki að vera þannig. Herðu, þú skoðar húsnæðismarkaði víðan heim.
og það oft gott til þess að svona fá sjónarhorn á stöðun á Íslandi. Og þú ekki til á Spáni, þar var verið að ekki eitthvað húsnæðisfrumvarp í gangi þar? Jú, ég Hvað það öðruvísi, hafa ekki tekið upp stefnu íslenskra stjórnvalda í húsnæðismálum? Já, það sem ég held sem mikil eftirspurn erlendis eftir. Eins og við kvótakerfið allar höfundarefni allra þjóða íslenski húsnæðismarkaðurinn. Það ekki svo? Ég rakst á þetta, ég var úti núna jólin, það var mikil umfjöllun þetta nýja húsnæðisfrumvarp sem mætir endar mikill andstöðu PP, Partíð og Popular, sem svona sjálfstæðisflokkurinn. Já, þetta arftæki fasistaflokks Francisco Franco sem hét Alliance Popular. Þeir andmæla þessu mikið og nota til svona rökum að þetta séu það komið fram nýtt húsnæðisfrumvarp og það var mikil umræðum það og andmæli PP eru á þeim nótunum að þarna sé með þessu frumvarpi verið að skerða eignaréttinn og viðskiptafrelsi. Þetta nákvæmlega sama orðræði og við mætum hérna að öll inngripi eða aðgerðu á húsnæðismarkaði frá stjórnvöldum séu einhvers konar árás á eignaréttinn og viðskiptafrelsi. Þannig að þarna eru þeir alveg sammála skoðanabræðunum sínum arftökum Frankos. Nú þetta frumvarp búið að vera í vinnslu frá því síðastliðið vor og þetta frumvarp sem kemur frá sósíaldemókrataflokknum, frá Pedro Sánchez og þau tryggðu sér núna meiri hluta fyrir þessu frumvarpi núna rétt fyrir jól, vonuðust til þess samkvæmt viðtölum sem ég hef lesið að þetta næði gegnum þingi núna fyrir áramót, það náðist ekki en þetta víst fyrsta máli sem svona dagskrá eftir jólafríum á þeim. Nú þetta umfangsmikið frumvarp en líka svona eins og maður myndi segja svona time specific eða svona þetta tekur á vandamálum samtímans. Þetta ekki bara þetta ekki stórt. Ekki bara framtíðarmúsík. Þetta ekki framtíðarmúsík heldur þarna verið að tækla þau vandamál sem spænskt samfélag á við að etja. Og þarna til dæmis talað að auka fjárfestingar í félagslegu húsnæði, eða svona almennum íbúðum eða félagslegar reknar íbúður á almennum markaði. Þarna á að setja mikið púður í það og setja kröfur að allar nýjar byggingar að það séu 30% af öllum íbúðum í nýbyggingum séu fari á félagslega rekin almenna leigumarkað. Ekki óhagnaðardrifin félög eins og í Reykjavík 25%? Nei, það talað að 30% af þessum íbúðum verði svokallar almenna íbúðir og 15% þeirra fari svo í félagslega leigu í gegnum sveitarfélögin. Þannig að þessi almenna íbúðir 15% verði þá eins og félagsbústaðir? Já, og svo 15% er óhagnaðardrifið eins og félagsstofnun stúdenta eða? Já, eða kannski bjarg miklu frekar. Og svo fari hitt í gegnum sveitarfélagi til þeirra sem þurfa á því að halda. Hérna eru hlutvöllin 25% í heildina og það er að 5% til félagsbústaða. Já, og við erum náttúrulega með agnarsmáan félagslegan markað þannig að við verðum að halda áfram á þessu tempói og þá líða nokkri mannsaldrar þangað til við erum bara að ná upp í það hlutfall sem að svona flestar Evrópuþjóðir eru með. Þannig að þetta er ekkert í alvörunni. Þetta er eiginlega metnaðarlausasta markmið í húsnæðismálum sem að þekkist. Já, þetta er ekkert í alvörunni. Menn tala þetta að menn eru að byggja fyrsta legi bara allt og lítið. Framleiði byggingarinn eða húsbyggingarinn í Íslandi hefur dregið saman tæplega 40% sem tekið með af fólksfjölgun á síðustum 12 árum og ætla sér svo að setja sér svona markmið og segja að það muni laga húsnæðismarkaðinn, það muni ekki gera það eins og segja fyrir eftir einhverja mannsaldra, þannig að menn eru ekki taka á þessum vandamáli sem eru til staða núna. Nú á Spáni settu lög, við tölum þar svolítið mikið hérna síðastu vetur að Katalónia sem er svona sjálfstjórnar hér á Spáni settur sér leiguþak og viðmiðunarverð fyrir húsalegu og lögfestu það bara með héraðsþinginu sínu fyrir 3 árum síðan, tæpið 2,5 árum síðan. Nú það var kært af einmitt fyrirnefndu flokki Partíð og Popular og þar sem þið vildu meina Sýstu flokki Sjálfstæðisflokksins. Já, sýstu flokki Sjálfstæðisflokksins. Þeir kærðu þessa löggjöf Katalóna til stjórnadómstól Spánar sem tók undir þeirra sjónarmið og vildu meina það að sjálfstjórnar héruðum samkvæmt núverandi lögum hefði ekki heimildir til að leggja svona íþyngjandi löggjöf húsnæðismarkaðinn í sínum héruðum. En þetta nýja frumvarp og sem að verði vantilega lögum núna í janúar
að það heimilar þetta. Það er að heimilar héruðum, borgum og jafnvel sveitarfélögum að skilgreina allt niður í bara póstnúmera hverfi sem markaðir, húsnæðismarkaðir þar sem eru undir álagi og það gefur sveitarstjórnum og héraðsyfirvöldum töka á að gefa þeim tækifæri til þess að leggja ákveðna kvaðir á leigumarkaðinn. Eins og að setja leiguþak til dæmis og takmarka hækkanir á húsalegu. Þar einnig til dæmis heimildi til þess að frysta leigu í 3 ár, þar segja að leiguþakið sem þetta viðmunaverð. Við erum átt okkur á því að þegar við tölum leiguþak að þegar að sett ákveðin viðmunaverð fyrir upphæð á húsalegu með innbyggum fyrirframgefnum hækkunum sem þá vísitölu tengdar einhverju leyti eða þá ákvarðar á stjórnvöldum. Þetta eru eiginlega leiguþök. Þó þetta sé ekki leiguþök eins og voru kynnt hérna í seinna stríðinu, það sem að leigu upphæðum að skrifa inn í reglugerðina og breyttist ekkert, að þá eru ekki eins og Heiðar Guðjónsson að tala alltaf leiguþak sem það var sett á í Hong Kong. Já, eins og hann var að vísa til og var sett á líka í Bandaríkjum og víðar þessum tíma. Það mun vera þannig að leiguþakið það mun geta varið leigundur í 3 ár á þessum stöðum þar sem að húsnæðismarkaðir eru undir álagi. Við erum alltaf að átta okkur á því að þegar við erum með svona inngrip eða svona aðgerðir þá taka þeir ástandi. Það eru húsaleigan að koma langt umfram bara greiðslu getu leigjandana. Já, þetta er rauninni viðbragð við ykkur ástandi. Þetta er ekkert eitthvað svona sérstakt hugðarefni stjórnmálamanna held ég að vasast inn á leigumarkaðinum, frjálsum leigumarkaði, nema þegar að ástandi er svona eins og það er hérna og er bara víða þannig. Við erum átt okkur því að ástandi á leigumarkaðinum á Spáni er miklu betra heldur en hér. Miklu betra, en samt eru stjórnvöld þarna með risastórt frumvarp sem taka á ástandir á húsaleigumarkaði með því að leyfa sveitarfélögunum að skilgreina svæði sem undir álagi og þar leiðandi geta þau sett leiguþök, geta takmarka hækkanir. Þarna eru líka atriði eða tillögur að aukin skattfríðindi til leigusala sem að með taka þátt í þessu. Það er að segja þeir leigusala sem kom inn á markaðin undir þessum kringumstæðum fá alltaf betur 70% afslátt af skatti, þeim tekjuskatti sem þeir eiga að borga ef þeir eru að leigja til dæmis í fyrsta skipti undir þessu kringumstæðum. Það sem er leiguþak og ef nýr leigusali kemur inn á leigumarkaðin þar sem er leiguþak þá fær hann fyrsta árið 70% afslátt af tekjuskattinum. Það er líka verið að koma í veg fyrir útburð. Það er að segja að ef að kemur krafa útburð frá leigusala að þá þurfa að fara fram umfangsmikil fjárhagsleg og félagsleg greining á aðstæðum leigjandans og hann er þá í skjóla með hann og það fer í gang þá bara umfangsmikil ferli til að skoða hvað er það sem að fór úrskeiðis, ekki bara að hún er ekki bara hent út á götu, heldur þarna fer fram þá greining á vegum sveitarfélagsins og þetta eru Þannig að segjum sem svo að hvað dæmi við að taka að par leigir íbúð og þau ákveða að skilja og svo sem setur eftir íbúðinni er með helmingi minni tekjur en áður og er erfiðleikum með að borga það að þá gætu yfirvöld einhvern veginn tekið tillit til þess eða hvað. Já, og þegar að kemur að því að leigusalinn, hann hefur kannski viðkomandi hefur ekki borgað húsalegu eða einhver leiti brotið á leigusamningum og leigusalinn vill láta bera hann út og leigjandinn andmæli því að þá fer fram samkvæmt þessu nýju frumvarpi þá á að fara fram ítarleg skoðun á félagslegri stöðu viðkomandi og fjárhagslegri stöðu áður en að tekna eitthvað ákvarðanir. En ef hann ræður ekki við að borga leiguna sem að hann réð við áður, líklega réð hann við áður fyrst hann hættir allt inn að borga. Hvað er gert? Það kemur ekki fram í... Kemur þá eitthvað svona félagslegu stuðningur til þess að... Já, ég gerir ráð fyrir því að sveitarfélagið með þessu er að taka ákveðna ábyrgð á viðkomandi með því að koma í veg fyrir hans í borun út og fara í þessa skoðun og það sé þá einhvers konar einhver verkfæri sem getur sótt í til þess að koma viðkomandi til aðstóðar.
En það verður mjög forvindlegt að sjá núna næstu daga hvernig umræðan í spænska þinginu verður þetta. Það eru hatramar deilur. Það er mjög hatramar pólitíska deilur almennt á Spáni. Það eru verið öll mál að miklum hitamálum, ásakanir alls konar hluti ganga á milli. Já, þetta er hins vegar bara þessi eini flokkur, Partido Popular, sem er í andstöðu við þetta svona miklu marki en spænska þingið eða sósíalistar á Spáni sem að fara með völd þar núna, þeir tryggðu stuðning baskneska þjóðninsflokksins. Hefur þetta átt í að þýða þessu lög og gefa Sigurði Inga? Nú, ég get örugglega fengið eitthvað til þess að þýða. Hún vantar eitthvað svona hugmyndir. Ég held að það stundum þegar maður heyrir íslenska ráðamenn tala húsnæðismarkaðinn, þá eins og hafi ekki almennilega kynnt sér húsnæðismarkaði í öðrum löndum. Nei, og það eitt þarna sem ég gleymdi að nefna. Í þessum lögum eru líka einmitt ákvæði að því að Trausti Breiðfjörð Magnússon, sem borgarfulltrúi Sósíalistaflokksins, hefur nefnt að það þurfa að koma til einhverja reglur sem að gera sveitarfélögum kleift að sekta íbúðareigendur fyrir það að láta íbúðirnar standa auðar, og þarna er þeim í þessu frumvarpi gert ráð fyrir því að sveitarfélögin geti sektað bara stórar fjárhæðir eigendur sem að láta íbúðirnar standa gaggjört auðar án ástæðu. Nú, það er gríðarlega mikið af íbúðum á Spáni, ég held að þetta sé það land í Evrópu sem að flestir eiga 2 íbúðir. Það er að þetta eru ekki íbúðir sem endilega með í útleigu, heldur þetta svona sem við kalla second residence eða svona annað heimili, og þá er það yfirleitt einhvers staðar í smábæjum fyrir utan borgirnar og svona. Þetta er mjög, mjög algengt. Eins og í Frakklandi til dæmis. Já, þetta er mjög algengt. Þannig að þetta kemur til með að taka á því. Þannig ef að það er þorpið, þannig sem þú komst og átt ennþá íbúð þóttu það hafið flutt til Madrid, að ef það hefði skilgreint sem álagsvæði í húsnæðismarkaði, þá gætur þau verið skildaður að setja íbúðin í leigu. Já, það er minnst okkur til sektaður fyrir að gera það ekki. Þannig að ég held að hvatir sé þá og virkið þá þannig að þú bara setur hann í útlegu. Ég held að sé bara þannig. Ég ætla nú ekki að ráðstafa þínu tíma, mér finnst þú að þýða þessi lög og gefa Sigurði Inga. Já, en það er eitt sem ég langar aðeins að... Viðbót, ertu ekki með þátt þetta morgun? Jó, en það er eitt sem ég langar aðeins að ég er búin að vera að rýna í nýja skýrslu frá OECD ójöfnuð á húsnæðismarkaði, og þar kemur mjög berlega í ljós og það er sagt með þess að í einni málsgrein í skýrslunni að það sé mikill ójöfnuður á húsnæðismarkaði og tiltekin að eitthvað 4-5 lönd og Ísland á meðal þeirra. Reyndar eru þessu lönd sem eru nefndi í þessu málsgrein öll með gríðarlega umfangsmikinn félagslega rekinn húsnæðismarkað sem að tekur einmitt á ójöfnuðum. Þar sé að þarna eru lönd sem að tryggja það að þeir sem lenda í þessum ójöfnuði, þar sé að eignarhaldið, ójafnt eignarhald og tekjur fólks ráða því svolítið hvar fólk er statt á húsnæðismarkaði. Þar er félagslega rekinn húsnæðismarkaður. Ég kannski fer betur yfir þessa skýrslu einmitt í þættinum morgun, þar sem að við förum aðeins yfir bæði, þarna eru miklar góða greiningar á tekjuhópunum og eignastöðu þeirra á leigumarkaði, allt frá árið 2010. Það reyndar eitt sem er mjög merkilegt, að Ísland hefur ekki skilað tölum til OECD sem gerir reynda mjög heiðarlega greiningar. Það er margt að segja um OECD, en þeir gera mjög heiðarlega greiningar á húsnæðismarkaðnum og þetta eru mjög góðar skýrslur sem þeir eru með. En nýjastu tölurnar frá Íslandi eru frá 2018, þar að segja þá fyrir árið 2017 og það er ekkert land sem er með svona gamla tölur og Húsnæðis- og mannvirkjastofnun er svolítið vanþróuð, þannig að hún næri ekki að skila. Já, ég hringdi í OECD á föstudaginn og spurði að þessu og þessi fyrirspurn liggur þar inni af hvernig stendur á þessu að Íslendingar halda tilbaka núna á 7. ári upplýsingum húsnæðismarkaðin vegna þess að þeir veita upplýsingar um aðra hagtölur en ekki húsnæðismarkaðin. Og ég bara leikur forvitni að vita af hverju þið vil ekki ljóstra upp um stöðu lágtekjuhópa til dæmis á íslenskum húsnæðismarkaði. Þú ætlar að fjalla um þetta betur í þættinu þínum sem verður sendur út á morgun. Já. Takk fyrir í kvöld, Guðmundur Hrafn. Hvernig fólk til þess að fylgjast með leigjendunum, honum verður útvarpað hér á Samstöðinni
bæði á Facebook og YouTube að loknu rauðaborðinu á morgun á þriðjudegi eins og vanalegt er.